Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn, alltaf til hægri. Vinstri stjórn þriggja flokka undir forsæti Kristrúnar Frostadóttur minnir meira á aðra vinstri stjórn, ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna á árunum 2009 til 2013. Þá lögðu Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon til atlögu við atvinnulífið og millistéttina. Skattar voru hækkaðir og haft í hótunum við undirstöðu atvinnugreinar landsins. Hugmyndafræði vinstrimanna hefur því ekkert breyst. Hún byggir á þeirri trú að ríkissjóður sé að kasta frá sér tekjum ef skattar eru ekki hækkaðir. Ekki sé verið að nýta tekjutækifæri ríkisins og sagt og ríkissjóður sé að afsala sér tekjum ef skattar og gjöld eru lækkuð. Ég hef áður vitnað til Ronalds Reagans til að lýsa þessum hugarheimi skattaglaðra vinstrimanna. Ef það hreyfist skattlegðu það, ef það heldur áfram að hreyfast settu lög, ef það stoppar settu það á ríkisstyrk. Ég hef ítrekað haldið því fram að vinstri menn hafi einfalda lausn á öllum vandamálum. Allt frá rekstri ríkissjóðs til jöfnunar lífskjara. Skattar skulu hækkaðir. Margaret Thatcher, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, benti á að vinstri menn vilji jafna kjörin niður á við. Hægri menn vilji bæta kjör allra. Því meiri samneysla, það útgjöld ríkis og sveitafélaga sem hlutfall af landsframleiðslu, það að segja þjóðarkökunni, því meiri velferð í hugum vinstrimanna. Í velferðaríki þeirra skiptir stærð þjóðarkökunnar ekki mestu, heldur hversu stóran hlut hið opinbera tekur af henni. Þannig velferðin meiri þegar samneyslan 50% af 1500 milljarða þjóðarframleiðslu en ef ríkið og sveitafélög taka aðeins til sín 40% af 2000 milljörðum. Engu skiptir þótt útgjöld eða tekjur hins opinbera séu 50 milljörðum meiri þegar að kakan stærri. Því í hugum vinstrimanna meiri jöfnuður og meira réttlæti fólkið í því að taka stóra sneið af lítilli köku en litla sneið af stórri köku. Þess vegna vinstrimenn í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, líkt og í ríkisstjórn Jóhannu og Steingríms, áhugasamari að stækka sneið hins opinbera af þjóðarkökunni en að baka stærri köku. Með sama hætti þeir uppteknari af því að jafna eða auka jöfnuð í þjóðfélaginu en hafa minni áhyggjur af því að bæta almenn lífskjör. Ljá mér hver sem vill. Ég hef áhyggjur af því hvernig margir nálgast umræðu skattheimtu ríkisins og rauninni sveitafélaga líka. Hugmyndafræðin sem liggur þar að baki mér ekki aðeins óskiljanleg, heldur gengur hún gegn öllum hugmyndum mínum frelsi einstaklinga til orðs og athafna, eignarrétt og tilgang ríkisvaldsins. Og ríkissjóður hefur fitnað ágætlega, kannski of mikið, á síðustu árum. Hann hefur fengið að njóta hagvaxtar líkt og flestir landsmenn. Þráttur að slakað hafi verið nokkuð á skattaklónni undir forystu Sjálfstæðisflokksins á árunum 2013 til 2024, meðal annars almenn vörugjöld afnumin, tollar felldir niður af flestum vörum, tekjuskattur einstaklinga lækkaður verulega og tryggingagjald einnig, voru heildartekjur ríkisins á liðnu ári 330 milljörðum króna hærri en 2013 og 590 milljörðum hærri en aldamóta árið á föstu verðlagi. Tekjur ríkisins á hverja 4 manna fjölskyldu voru tæplega 1 milljón króna hærri á síðasta ári en 2013 og 2,8 milljónum hærri miðað við aldamóta árið. Þessi gríðarlega tekjuaukning ekki nægjanleg í hugum þeirra sem kalla á aukna skattheimtu. Í umræðum voru allar ríkisstjórnir frá 2013 sakaðar getuleysi til að afla tekna. Gagnrýnin beindist eðli máls samkvæmt mest að Sjálfstæðisflokknum
og Bjarna Benediktssyni fjármálaráðherra sérstaklega. Og gagnrýnin beindist ekki aðeins að lækkun skatta eða þegar eitthvað var slakað og klónu í álögum ríkisins á fyrirtæki og launafólk, heldur ekki síður þegar nýjir skattar voru ekki taldir nægilega háir. Þegar kolefnisgjöld voru til að mynda hækkuð 50% árið 2018 en ekki 100% eins og fyrirhuga hafði verið, héldu talsmenn Samfylkingarinnar því fram að nettó eftirgjöf upp á milljarða væri að ræða. Þannig verður 50% hækkun skatta og gjalda að eftirgjöf í hugarheimi skattaglaðra vinstrimanna. Það er eitthvað öfugsnúið við þá röksemdafærslu að ríkissjóður sé að afsala sér tekjum með því að hækka ekki skatta og álögur meir en lagt er til. Að þingmenn setjist niður og reikni hver nettó eftirgjöf tekna er mikil vegna þess að skattheimta á fyrirtæki og einstaklinga er ekki eins þung og þeir vilja er áhyggjefni, ekki aðeins fyrir mig sem hægri mann, heldur fyrir allt launafólk, ekki síður en atvinnurekendur. Virðingin fyrir sjálfsaflafé og eignum einstaklinga er lítil eða takmörkuð. Engu er líkara en að henni skattaglöðu stjórnmálamenn líti svo á að ríkið eigi rétt á öllu því sem einstaklingurinn aflar og ríkið afsali sér því sem að færa að halda eftir þegar búið er að greiða skatta, veitir sem sagt nettó eftirgjöf í góðsemi sinni. Það var á grunni þessara hugmyndafræði sem vinstri stjórn Kristrúnar Frostadóttur talar leiðréttingu þegar stefnt er að því að tvöfalda skattheimtu á sjávarútveginn. Og ríkisstjórnin ætlar sér að leggja til atlögu við hjón og sambúðarfólk með því að afnema heimild til samsköttunar allt undir því yfirskyni að verið sé að fella niður eftirgjöf ríkissjóðs. Með þessu afhjúpa Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Daði Már Kristófersson og aðrir viðreisna þingmenn fremur ógeðfellt viðhorf þeirra til launafólks og skipa þau sér á bekk með öðrum vinstrimönnum og sósíalistum. Það er, ríkið á í raun allt sem launafólk vinnu sér inn og það er sérstök eftirgjöf af hendi ríkisins ef því er leyft, þar að segja launafólkinu, að halda einhverju eftir. Og auðvitað verður lagt til atlögu við ferðaþjónustuna. Hungrið eftir tekjum ríkiskassan á sér engin takmörk, enda ekki rétt að gefa eftir tekjur eða fullnýta ekki tekjustofna sem er önnur mantra sósíalistana ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins. Það ætla ég að fjalla síðar. En aðeins að samsköttun hjóna og sambúðarfólks. Í margþrepa skattkerfi er nauðsynlegt að heimila samsköttun hjóna og sambýlisfólk. Með afnámi samsköttunar verður innleidd alvarleg mismunun. Skattbyrði vegna sömu tekna verður misjöfn eftir því hvernig tekjur skiptast á milli hjóna eða sambýlinga. Slík mismunun gengur gegn jafnræðisreglu og raunar einnig öðrum reglum skatta og sifjaréttar. Og það geta verið margvíslegar ástæður sem liggja að baki því að tekjuöflun hjóna eða annars samskattaðs fólks sé mismunandi. Til dæmis, annað þeirra er í námi, annað þeirra er óvinnufært vegna sjúkleika eða fötlunar, annað er atvinnulaust, annað þeirra er í fæðingarorlofi eða annað þeirra vill annast ung börn í ákveðin tíma. Annað þeirra er að annast fatlað eða langveikt barn. Eða annað hjónanna telur rétt að annast aldraða og sjúka foreldra. Því verður haldið fram að sérsköttun hjónas sé meginregla sem samnýting skattþrepa gangi gegn. Þetta er kolrangt. Sérsköttun launatekna er undantekning. Samanber til dæmis, óskipt ábyrgð er á sköttum beggja. Eignatekjur eru samskattaðar. Eignir voru samskattaðar í tíð eignaskatts, þar með talið auðlegðarskatts. Barnabætur skerðast af tekjum og eignum beggja
Vaxtabætur skerðast af tekjum og eignum beggja og persónuafsláttur millifæranlegur. Einnig vert að hafa í huga að á hjónum hvílir gagnkvæm framfærsluskylda, auk framfærsluskyldu með börnum. Í annarri grein hjúskaparlaga, númer 31 frá 1993, segir meðal annars: Hjón eru í hvívetna jafnrétthá í hjúskap sínum og bera jafnar skyldur hvort gagnvart öðru og börnum sínum. Þeim ber að sýna hvort öðru trúmennsku, styðja hvort annað og gæta sameiginlegra hagsmuna heimilisins og fjölskyldu. Hjón eiga í sameiningu að annast uppeldi barna sinna, sjá þeim farborða og hjálpast við að framfæra fjölskylduna með fjárframlögum, vinnu á heimilinu og á annan hátt. Sem sagt, samnýting skattþrepa fyllilega rökrétt í skattalegu tilliti og í samræmi við reglur sifjaréttar fjárhag hjóna. Verði tillögur afnám samsköttunar samþykktar, verður mikill munur á skattbyrði hjóna og annars sambýlisfólks eftir því hvort tekjuskipting þeirra jöfn eða ójöfn. Hámarksmunur skattbyrði kemur fram ef annað aflar allra teknanna. Með hliðsjón af þessum staðreyndum nauðsynlegt að tryggja heimild til samsköttunar og heimila þannig millifærslu tekna hjóna sambýlinga á milli allra þrepa. Aðeins þannig jafnræði tryggt og þetta verða þingmenn og ekki síst stjórnarþingmenn að skilja. En átakalínur stjórnmálanna markast ekki síst af viðhorfi til skattheimtu. Þó það hafi verið mér vonbrigði að forsætisráðherra og ríkisstjórnin öll hafi leitað í smiðju skattaglöðustu vinstrimanna og rótað í rykugum skúffum vinstristjórnar Jóhönnu og Steingríms, það í sjálfu sér gott að með því verða átakalínu stjórnmálanna aðeins skýrari. Öðrum megin línunar standa þeir sem trúa því að hærri skattar leiði til meiri velmegunar og að með lækkun skatta sé ríkissjóður að afsala sér tekjum og veikja velferðarkerfið. Talsmenn skattahækkana hafa ekki áhyggjur af því að hvati einstaklinga til að afla meiri tekna, að skapa eitthvað nýtt, taka áhættu og stofna fyrirtæki verði drepin með þungri skattheimtu. Og hinum megin átakalínunar stöndum við hinn sem eru sannfærð að hófsemd í álögum á einstaklingu og fyrirtæki sé vítamín efnahagslífsins sem ríki og sveitarfélög njóta góðs af. Við berjumst fyrir því að aukinn hluti hagvaxtar verði eftir í vösum launafólks og fyrirtækja. Reynslan hefur kennt að þannig vegnar okkur öllum best og möguleikar til að standa að myndarbrag undir öflugu velferðarkerfi og nauðsynlegum fjárfestingum í innviðum samfélagsins verður ekki aðeins draumsýn, heldur veruleiki. Ég þakka þeim sem hlýddu, góða stund.